Að kerfið ekki bara að verja sig eða ekki bara með réttindi, heldur það líka beinlínis að kaupa sér stuðning, það að kaupa sér fjölmiðlamenn, NGOs og svo kolli á kolli. Okkur falin þessi menning til varðveislu og við eigum að passa upp á hana og ekki síst bara til þess að þeir sem að vilja koma hingað og aðlast þessari menningu, þeir eigi eitthvað að fara. En það verður auðvitað að vera algjört skilyrði að fólk vilji koma hingað til þess að taka þátt í þessari menningu, halda áfram að byggja hana upp, en ekki að vera á mótinni. Ef þú hafnar forsendur þessari menningar, þá getur ekki tekið þátt í henni. Og þess vegna áttu ekki að koma hingað. Jæja, Þórður, hvernig ertu? Bara mjög góður. Er það ekki? Jú. Lífið að fara vel með þig? Já. Það sést á þér, þú glansar. Takk hella. Herðu. Takk fyrir það. Herðu, mér langar að ræða margt, það svo mikið að gerast núna. Já. Margt að gerast í alþjóðamálunum, margt að gerast á Íslandi líka. Mér langar samt að byrja aðeins á ESG. Þegar þú hefur mikið svona gagnrýnt ákveðnar reglugerðir varðar svona, hvað ég að segja, ESG hefur eitthvað að gera með gullhúðun og svona einhverjar skuldbindingar alþjóðlegar sem eru kannski ekki alveg í takti við þann veruleika sem við búum við. Byrjum bara þessu. Hvað ESG-kerfið? ESG-kerfið, það þetta Environmental, Social og Governance og þetta það sem áður hét Corporate Social Responsibility. Þetta bara svona verið rýbrandað og eins og þú nefnir réttilega, þetta verða fyrir mikil gagnrýni núna og svona hvað maður segja, fólk rennu fyrir fólki að þetta ekki það sem það lofar og það mun ekki þýða það held ég að þetta kerfi líði á nokkurn hátt undir lok held ég að það verði mjög fljótlega rýbrandað og komi í annarri mynd. En ef við kannski svona horfum á hvað þetta þýðir, þá þýðir þetta svona hugmyndin, grundvallar hugmyndin á bak þetta svo að fyrirtæki, klassíska kenningin fyrirtæki þetta það að fólk leggur saman fjármagn í einum tilgangi og það að ávaxta það fjármagn. Það þýðir auðvitað ekki að það eina sem fyrirtæki geri eða eina markmiði sé bara að ávaxta fjármagn vegna þess að þessi fyrirtæki þurfa alltaf að huga því að vera með ánægt starfsfólk, til þess að geta verið með ánægði viðskiptavini, til þess að geta veitt góða þjónustu eða selt góða vöru til þess að þetta svona hámarka virðist í langstíma. Heldur tekur það út þessa þætti og segir, áður fyrir til mynda þá var mikið sagt þessi Corporate Social Responsibility bylgja reis kannski hæst, ég veit ekki, kannski 7., 8. áratugnum. Það svo mikið verkefnum sem við getum list í heiminum og í fyrirtækjum erum við með samansafnað bæði mikið fjármagn og þar alveg getu og mikla sérfræðiþekkingu, við skulum nýta það í eitthvað annað. Og þá segja kannski þeir sem eru á móti, eins og til að segja, nei, þess alls konar svona félagslega verkefni, umhverfisverkefni og annað slíkt, það á höndi löggjafans og það að vera lýðræðislega kosið hvernig við verjum því. Við erum ekki að velja forstjóri í fyrirtæki vegna þess að við ætlum að útvista samvisku okkar til þess. Fólk getur annað farið til presta eða marklífþjálfa eða annað slíkt eða vilja gera slíkt, en það engum sem dettur í hug að treysta því fyrir öflugum forstjóra. Nú, eftir að fara í svona mikla, núverandi ESG-bylgja, að hún byrjar að miklu leyti kemur að krafti eftir efnahagshrunið í kringum 2008 og þá gerist það að sjálfstraust forstjóra og ímynd fyrirtækja í algjöru lágmarki og þeir svona margir hverjir hengja sig á þennan vagn til þess að til þess að í raun og veru að afla sér traust almennings og ný. Nú, ef að fólk vill verið í því að vinna ákveðnum verkefnum eins og til þess umhverfisvernd eða bættu félagslegu réttlæti, þá þetta ekkert athugast við það. Við höfum félagsamtök til þess. En það sem hefur gerst mikið núna í þessari ESG-bylgju og sérstaklega eins og það var í Evrópusambandinu og var reynt í Bandaríkjunum, en menn að spyrna við fótum núna, að það að neyða fyrirtæki til að gera þetta löggjöf
og þannig erum við með það í dag að nú þetta komið inn í lífeyrissjóðalöggjöfina íslensku og þess við erum þetta skildu til þess að sitja okkar sparnað þangað og þar erum við að spara fyrir efri árin. En núna verið að segja það að þessi sjóðir eigi ekki að hugsa fyrst og fremst eða bara hagsmun okkar efri árin, heldur fara að taka inn alls konar aðra kvarða. Þetta svona kannski stuttamyndin, en kannski svo líka að nefna það vegna þess að þetta gengur algjörlega gegn öllum þeim forsendum sem hafa verið áður í þessu. Í fjárfestingum hafa yfirleitt verið í Bandaríkjunum prudent men rule og eru svona 200-300 ára gömul og segir það að sá sem tekur að sér að gæta fjármunum fyrir annara eigi að gera það eins og grandvar einstaklingum myndi gera. Nú hefur þetta verið innleitt í Evrópuréttin og það sjálfsögðu prudent person rule og í stað þess að í bandarískum rétti þar sem þetta hefur svona bara verið opið að þá búið að kótifisera eða fella í lög og reglur nákvæmlega hvernig þú eigir að hegða þér eins og grandvar einstaklingur sem nú, sem segir manni það, þá kannski reglan búin að missa marks. Þetta svona stuttasagan. Nú önnur hlýðarsaga, fyrst þú varst ekki nú fljótar að koma spurningu, það þetta svo að sumir áhangendur þessara stefnu að þeir vilja blanda inn alls konar öðrum mælikvörðum við val á fjárfestingum þar að segja og halda því fram að það sé aðri kvarðar heldur en bara verð sem að geti ráðið og þetta kenning sem í hagfræði kallaði naturalismi og voru mikla deilur í byrjun 20. aldarinnar, eitt talsmaður var Dr. Otto Neurath og svona helstu svörin sem kom á móti voru til hans frá Ludwig von Mises, Hayek og Popper. Það að þú getur dæmt eða stýrt framleiðslu byggt á físískum eiginleikum vörunar, það er til hans vinnuverkefniskenningin, en ekki bara verð. En það sem að verðið hefur aftur á móti það að það safnar saman miklum upplýsingum úr hagkerfinu. Verðkerfið fyrst og fremst upplýsingamekanismi þegar sem að verð alls háð verð alls annars og það segir raun og veru til fórnarkostnaðina því að nota vöruna. En með því að sitja inn, losun eða eitthvað annað slíkt, þá ertu í raun og veru að missa út þessar mikilvæg upplýsingar til leiði til þess að þú getur ekki, að hagkerfi getur ekki fundið sér skynsamlegt jafnvægi. Já, þetta hluti af þessari þróun sem að hefur að mínum mati verið svona viðloðin við allt sem að við kemur mannlegu lífi sem náttúrulega í svona stóra myndinni réttrúnaðurinn en út af því að við erum að tala sérstaklega þetta ESG-kerfi þá það þessi social þáttur sem að vegur rosalega þungt. Maður hefur séð að fyrirtæki eru svona státa sig af því að vera sjálfbær og vera að bera ábyrgð, alltaf svona rosalega ábyrgð gagnvart hinum ýmsu hópum, hinum ýmsu þróun og fleira þar fram til götunum og eru að trana sér frammi í hinum ýmsu svona réttindabaráttum. En svo þegar maður hefur til dæmis talað við og svona þegar maður að sjá svona niðurfall þessa þá fólk kannski aðeins duglegra við að koma fram og segja að þetta sé svona frekar mikið della. Þú náttúrulega búin að vera mjög lengi í þessu og með réttu og það eru ákveðin aðilar forstjórar fyrirtæki og aðrir sem eru svona að benda á það að þetta þeir eru kannski að segja að þetta sé algjör della en þeir eru áttur að móti að benda á þann kostnað sem að þetta hefur leggst á fyrirtæki og með fyrirsjálegum afleiðingum það að þau verða ósamkeppnishæf og það sem mér finnst svo merkilegt í þessu að þetta hefur verið, ég veit það ekki, ég hef ekki alveg gert með grein fyrir því hvaðan eftirspurnin kemur. Þetta hefur kannski sérstaklega við tölum bara orkumálin, þá hefur þetta verið rosalega lítill minnihlutahópur sem hefur einhvern veginn verið að halda fyrirtækjum og stjórnsýslunni og öllum öðrum við efnið það að sé að þú vond manneskja og talar fyrir einhverjum tilteknum málstað. En svo virðist vera þegar hulunni sviftað þessu þá hefur ekki verið nein eftirspurn. En við erum samt sem áður ennþá að einhverju leyti að reka þetta undir þessum formerkjum. Trump búinn að segja bara að hann ætla ekki að taka þátt í neinum svona aðgerðum og fyrirtæki ætti ekki að gera það heldur.
Heldur þú núna, þú veist, út af við erum að tala um þetta kerfi sérstaklega, að þegar að Trump kemur fram og Elon Musk líka að tala um að þetta sé bara þetta kerfi sé búið að ganga sér til húðar og að Bandaríkin mun ekki koma til með að taka þátt í þessu, einhver, sko ef við horfum bara á íslensk fyrirtæki og hvernig þú metur stöðuna, einhver sko möguleiki á að þessi áhrif frá Bandaríkjunum mun ekki líka leiðast hingað svona áður en að landum líður? Sko, ég vil svara svo á tvennan hátt. Fyrsta lagi, sko, ef við byrjum á þessu, fyrirtækin hafa að vera þess að afla sér vinsælt og með vörumerki. Það ekkert útilokað að fyrirtæki geti marka sér sérstöðu með einhverju svona ESG dæmi eða einhverju svona social dæmi og það getur bara verið fínt á bæði fyrir málstað þeirra og fyrirtæki, mann dettur í hug vörumerki eins og Ben & Jerry's og Patagonia, Ben & Jerry's sem hafa verið með svona málstaði sem að málega segja sem svona hípalegir en það voru stofnaður á Woodstock og síðan Patagonia sem að mikið í umhverfisvernd og ef maður rétt að hafa keypt gríðarlega stóra landsvæði og gefið sem þjóðgarða í Suður-Ameríku og annað slíkt. Það sem maður á móti aftur á móti, það það að fyrsta lagi það sem verða að skylda fyrirtæki til þess að fara þessa vegferð og í öðru lagi þá að það sem verða að skylda fjárfesta til þess að fara með sparnað sinn á þennan hátt. Nú, svo það auðvitað líka það að í upphafi þegar að fyrirtæki hlutafélag formi var stofnað, þá var það veitt með sérstöku leyfi frá ríkinu, ég held að það var þurft leyfi frá þinginu í Breitlandi ennþá til 1830 eitthvað til þess að stofna fyrirtæki. Einmitt vegna þess að menn óttuðust að þau voru komið svona takmarkaða bótaábyrgð og í raun og veru eilíft líf lögpersónur sem síðan var kallað, þá ertu jafnframt að færa því mikil völd og viltu að fyrirtæki að það geti notað þessi völd sín til þess að hafa áhrif á stjórnmál. Ég held að það sé eitthvað sem við þurfum að varast alveg gríðarlega mikið. Nú þá líka bara miklu eðlilegra fyrirtæki ef það vel rekið að það greiði út arð og hlutafar þess sem að kunna að vera öllum stærðum og gerðum og hafa mismunandi skoðun öllum mögulegum hlutum, að þeir geta auðvitað bara látið sitt fé að hendi rakna til þess málstaðar sem þeir kjósa. En eins og segi, þess að vera að velja forstjóri fyrirtæki, þá ekki vera að velja eitthvað móralst autoritet, heldur góðan rekstramann eða konu. En það sem þú nefnir núna með gagnrýnin á þetta og það sem mér finnst fyrst og fremst vera Trump og Musk áhrifin sem eru í dag og ég held að við sem rétt bara byrjuði að sjá þau. Það það sem að bandarísk-tyrkneski hagfræðingur Timur Kuran hefur kallað preference falsification og hann skrifaði með þetta bók sem heitir Private Truths and Public Lies og kenning hans gengur út á það að fólk, þú ert með kannski tvenns konar þekkingu, annars vegar það sem að þú veist með sjálf byggt á eigin reynslu, eigin menntun og annars slíkt og síðan það sem þú sækir út í það sem mætti kalla almenningsálitið. Nú ef að almenningsálitið hefur verið mjög svona repress eða þrúað, fólki kannslega hægri vinstri fyrir að vera með ranga skoðanir eða einhvers konar skrímslavætt fyrir að vera með ákveðna skoðanir, að þá getur orðið mjög mikill munur á annars vegar það sem að fólk segir skera vegna þess að flest fólk kannski með í raun og veru með sterka skoðun og það veit eitthvað, en það veit aftur á móti að það að taka á sig ákveðin óþægindi með því að lýsa óvinsælum skoðunum og flest fólk að það hlutverk okkar það ekki að breyta lífinu eða heiminum heldur að við og okkar fjölskylda og svona nánustu bara lífum hamingjusömu lífi, það hlutverki sem við höfum, ekki hitt þó margir miskilið þannig vísu en að þá þau getur orðið mjög mikill munur á þessu
að þá verða það og fólk þori ekki segja þá veit ekki af hverju öðru sko, að þetta raunverulega skoðanir. Þess vegna getur komið upp það sem hann kallar mjög falskur stöðuleiki og hann nefnir 3 dæmi annars sko í bóksinni annars vegar í fyrsta lagi sko indverska stéttakerfið og hann með jákvæða mismunun í Bandaríkjunum og síðan fall kommunismans og það var svo skemmtilegt að í apríl 1989 að þá tók hann nokkuð dæmi og líka á íransku byltinguna, það tók hann svona nokkuð dæmi sem byltingar sem hefur komið mönnum algjörlega óvart og hann nefnir til að mynda íransku byltinguna bara rétt áður en að keisarastjórnin féll í Íran að þá var Khomeini að leita eftir landvistarleyfi í öðru landi en Frakklandi vegna þess að hann bara trúði ekki bylting eða virti ekki trúa byltingi gæti orðið. Lenin trúði ekki að það yrði byltingi í Rússlandi viku áður og það var náttúrulega Trotski sem framkvæmdi byltinguna og kallaði hann til. Nú sömulegis að þá kom í raun og veru franska stjórnarbyltingumönnum mjög óvart. En hann flutti að skrifa greinu þetta í apríl 89 og í nóvember fjall Berlínarmúrinn sem síðan verður og hann nota sem dæmi í bókinni sinni. En allar skoðanakannanir og skrif frá þessum tíma sína það að þetta kom mönnum algjörlega í opna skjöldu að kommunisminn skyldi falla þarna frá nóvember fram í desember og ég raunur allstaðar blóðlaust fyrir utan í Rúmeníu. Nú, þetta það sem ég held að sé að mörgu leita að gerast núna. Eins og þú nefnir að þá hef ég oft verið gagnrýninn á ESG-stefnu og ég veit að þessar fjölmargir sem starfa í sjóðum og annars líkt og fólk sem að jafnvel hefur verið að flytja erinda á ráðstefnum með ESG hefur gjarnan þakkað mig fyrir og oft sagst vera algjörlega sammála mér. Þannig En máttu þá ekki segja það opinberlega? Nei og þarna held ég að í þessu dæmi öllu saman að þá hefur komið mjög mikið mun á því sem var opinber sannleikur og það sem að fólk og sérstaklega fólk sem trúði svo nálægt fannst. Já, og vissi. Og vissi. Og síðan þetta það var fjárfestingarstjóri eða ESG-stjóri með minni hann hjá Credit Suisse fyrir 2 árum síðan sem sagði nokkuð um þetta og auðvitað undan þrýstingi þá var hann búinn að missa vinnuna innan við viku eftir hann sagði þetta. Þetta verið mjög þrúandi kerfi og ekki bara í þessu ESG alls ekkert versta dæmi þetta í nútíma þjóðfélagi en það hefur verið sem kallar rétt trúnaður. Síðan bara allt í einu koma þessi menn Elon Musk og Donald Trump, Vivek Ramaswamy og margir aðrir og segir keisarinn ekki inn í fötum og þess vegna erum við að sjá ofboðslega hröð umskipti og við erum að sjá það núna allan síðustu skoðanakönnunum að Trump sem er komið núna hann hefur aldrei verið vinsælli og það eru sérstaklega þessi mál sem hann hefur verið að taka á sóun í ríkisrekstri og orkumál og annað slíkt sem að fólk vildi hann tæki á og ég held að við erum eftir að sjá það sama gerast í Evrópu. Við sjáum núna þegar við erum að tala þá held ég cirka vika í kosningarnar í Þýskalandi og þar þessi flokkur sem er talin óalandi óferjandi Alternative for Deutschland, menn hann næststærsti flokkurinn með 22% og er þá bara í einhverjum 6-7% stigum yfir í sósíaldemókrötum sem eru með forsætisráðuneyti núna og ég veit svo sem ekki mikið um það flokki, ég hef hort á viðtal við leiðtoga hans og finnst hún bara mjög frambærileg og ágæðlaus en fjölmiðlar segja mann í sífellu að þessi fasisti, nazisti og ég veit ekki hvað og hvað þá segir maður þetta móti þeir sögðu að sömu Giorgia Meloni og nánast alla aðra valdhafa sem hafa verið aðeins fyrir utan rétt húnna þannig að það svo komið ljós
En það sem ég held að muni gerast er það að við munum sjá frekar heldur en það sem ég vona gerist ekki að þessir jaðarflokkar að þeir muni endilega taka við, heldur munum við sjá fleiri flokka í Evrópu fara sömu vegferð og danska sósíaldemókrataflokkin sem að í rauninu bara tók upp stefnu danska þjóðarflokksins, sérstaklega í innflytjendamálum. Þessna erum við að sjá bara mjög hraða breytingar núna og bara á minnstu kosti á næstunni þá held ég bara að hraði breytingan bara eftir að aukast. Já, ég held hann bara líka sko, og svo við höldum kannski okkur aðeins við þessa umræðu áður en við færum okkur yfir annað, þá þetta náttúrulega eitthvað sem ég hef talað mjög oft þegar Václav Havel skrifar einmitt Valdina valdalausu, að þá fjallar hann einmitt þessa svona, já, hugmyndaþurrð sem að fylgir því þegar að fólk á einhverju skoðun, vita í rauninni allir aðrir séu nákvæmlega sömu skoðun. Česlav Miloš náttúrulega fjallar þetta líka í Captive Mind, þar sem hann einmitt fjallar það, sko, það sem hann kallar Kettmann, þar sem að ég og þú erum að einhvers konar samræður sem að eru bundnar við sko, þann ramma sem að stjórnvöld eru búin að leyfa okkur, en aftur á móti að þá sko hræðslan við það að sem að þú gæti verið einhvers konar fulltrúi stjórnvalda, að þá eigum við samræðunar undir þeim formerkjum sem eru svona stjórnvöldum þóknanlegar. Og þetta þykir mér einmitt sko svolítið alvarlegt þegar við erum að tala fyrirtækjarekstur, út af því að eins og hann Milton Friedman fjallaði í bóksinni Freedom and Capitalism, minnir mig, Frelsi og framtak. Já, frelsi og framtak, þar sem hann fjallar einmitt þetta að sko fyrirtæki eiga ekki að vera bundin ákveðnum félagslegum svona þrýstingi, sérstaklega þegar stjórnvöld að ræða, út af því að þá væri í rauninni verið að rýra umboðsvald þegnana. Þetta alltaf málað upp sem einhver svona hryllingur að Milton Friedman hafi verið að tala það að eina sem að fyrirtæki ættu að hugsa væri hagnaður, en það var út af því að hann vildi ekki, út af því að svo erum við fólk sem rosalega umhugað það að fyrirtæki séu ekki að greiða til stjórnmálaafla eða stjórnmálasamtaka, út af því að það myndi rýra lýðræðislegt traust. En aftur á móti þá allt í lagi þegar ríkið að ýta fyrirtækjum í það að taka einhvers svona einarða afstöðu í félagslegum málum, en það miklu hættulegra að það muni koma til með að hafa alvarleg lýðræðisleg áhrif heldur en nokkuð tíman eitthvað fjármagn sem einhver getur fengið, sérstaklega þegar það upp á borðinu eins og það í dag, þar sem að flokkanir þurfa að sýna fram á það hvaðan fá peningana. En við einhvern veginn erum búin að mála þann veruleika upp að það lýðræðislegt, að fyrirtæki séu einhvern veginn í einhverju svona eða þrýst úti eins og þetta ESG-kerfi, að þau séu einhverjum rosa félagslegum átökum sem að þau hafa náttúrulega ekki hundsveit á, út af því að þau eru náttúrulega að einbeita sér bara einhverja allt öðru, ráða svo einhverja fulltrúa til einhverja málamyndana. Og ég einhvern veginn, eins og þú segir, ég vona að það sem að þú ert að lýsa að þessi hraði breytingar muni koma til með að aukast, út af því að einfaldlega að ef að það gerist ekki, að þá erum við komin í þá stöðu að við erum algjörlega ósamkeppnishæf. Sko ég held að það sé líka mikilvægt að sko hafa í huga að þetta verði í raun og ekki sko fyrirtæki sem að munu stjórna þessu ESG-dæmi og það og sko ESG að miklu leyti stjórnmála aktivistar eða stjórnmála athafnamenn, stjórnmálaflokkarnir sem að ná ekki lýðræðislegu umboði, ná ekki að sannfæra almenning, ná ekki í gegnum kosningar, að ýta þessu til hliðar. Við hefum náttúrulega séð í Bandaríkjunum allt þetta hafer í kringum USAID og hvernig þeir eru búin að vera að styrkja hvers konar hagsmunasamtök. En það sem hefur kannski minna verið í fréttum að það sambærilegt mál í Evrópu, þar sem að kemur í ljós að framkvæmdastjórn framkvæmdastjórn European Commission búin að vera að greiða hvers kyns þrýstuhópum
peninga eða þýstuhópum sem eru svo kallið NGOs sem þetta mjög skrítið hvernig þetta kallað non-governmental organizations þegar að þær hafa nánast alveg tekið sína frá ríkinu en ok, gott og vel það er galið já, að þeir eru búin að vera að borga þeim til þess að þrýsta á Evrópuþingið til þess að koma ekki umhverfismáli sínum og sérstaklega í landbúnaði sem þetta hefur komið fram. Þannig að þetta er svona mikið lýðræðisalli og mikið af þessum NGOs, ég bara man ekki hvort það sé komið eitthvað nafn á þau á íslensku, að þeir hafa verið að þrýsta á hvers konar sáttmála sem að síðan að koma inn í gegn eins og til að mynda það vissi enginn að hver vissi að við vorum komin í einhvern árósar sáttmála sem hefði áhrif orkumála og hver samtið þetta var ekki lýðræðislegt umboð neinstaðar á leiðinni, þannig að það er búið að tróða því sem að Sigurður Líndal kallaði í Grein í frelsinu 1989 reglugerðaríkið og er kallað í Ameríku the administrative state og þá er verið að taka sífellt meiri völd burtu frá löggjafanum í einhverja svona ógagnsæja þrýstuhópa og þess svona ákveðið tragedía í þessari paniksinni þarna eftir hrunið eða alþjóðlegu fjármálakreppuna að fórstjóra fyrirtæki hafa þess bara hort á hérna við getum bara spilið með og svo getum við ráðið þessu. Nei, það er ekki þannig. Nú er verið að sitja í lög og reglur hvers konar við það sem er kallað grænþvottur, fyrirtækin fylgist ekki nógu stíft og gef ekki nógu góður upplýsingar, þannig að það er verið að koma inn sífellt meir og meir nauðung og þarna ertu með svona óheilagt bandalag stjórnmálaflokka og svo svona grasrótar samtaka þeirra og við sjáum auðvitað skýrmerki það hérna á Íslandi hvernig sérstaklega náttúrulega VG náða að raða sínum aktivistum og kannanum. Já, þetta er hérna í Bandaríkjunum hefur þetta verið kallað járnlögmál fáræðisins þar sem Robert Michaels eða Michels, ég kann ekki bera það fram, þar sem hann fjallar einmitt það að þegar að stjórnsýslan og skrifræðið er orðið samofið bæði hagsmunaaðilum og þrýstuhópum samhliða stjórnmálamönnunum að þá rýrir það lýðræðislegt umboð og þetta er svolítið í svona breiðari mynd og þú varst svolítið að varpa ljósi á það væru aðeila núna sem verður að benda það að keisarinn væri ekki í neinum fötum en þá er það einhvern veginn málað upp sem ólýðræðislegt, það er að segja að það sem að var kosið inn og ég er engin Trump maður en ég aftur á móti til að eins og ég var nú að ræða við bara Hönnu Björg Vilhjálmsdóttur núna fyrir skömmu, hún er náttúrulega mjög vinstri sinnuð að ég held að svo þróun sem við erum búin að sjá í heiminum hafi verið svo galinn að ég ætla ekki að segja að það hafi þurft Trump en ég held aftur á móti hans í afurð þess að við svona voru ákveðnir aðilar, óábyrgir aðilar sem hefði átt að vera ábyrgir sem að leiður svolítið að gerast að við leiðum eins og jákvæð mismunun í rauninu var algjörlega óáreitt í Bandaríkjunum og við náttúrulega tókum upp hérna við fórum náttúrulega afnámum persónufrelsi og frelsi í heild sinni í veirufaraldrinum og ég held að það hafi verið bara ákveðin ládeyða yfir almennri umræðu á Íslandi sem að ég veit ekki hvort að Trump hafi verið nauðsyn en ég aftur á móti til að vera afurð þess að við höfum einhvern veginn leyft eins og þú ert búin að tala hérna að þeir eru aðeilar að tala ESG eða eitthvað annað svona félagsleg mál og ég man að ég upplöði þetta líka þegar ég var í Bandaríkjunum í námi að þá fékk ég fólk til mín náttúrulega miklu lægri skala heldur en það sem við erum að tala í samvættu við einhvað fólk sem hefur raunverulega áhrif en ég fann þetta alveg á öllum öðrum sem að voru að segja bara þú veist, ég er sammálaður þetta gerðist á rosalega stórum skala og við erum einhvern veginn búin að vera að segja það við sjálfum okkar að við séum búin að vera í einhverjum bara frábærum umbótum og allar athugasemdir þennan veruleika sé einhvers konar bakslag einhverja hatursfullra og öfgafullra einstaklinga sem að þó svo þeir séu með lýðræðislegt umbóð að þá eru þeir ólýðræðislegir Já, og ég líka athyglisvert þú nefnir út Robert Michels hann gerði náttúrulega sína könnun á þýska sósíaldemókrataflokknum sem að það var fólk sem ætti að hafa verið hafa hvað mestan áhuga á lýðræði, gefið okkur það en þá svona sérhæfingin og stofnanaðarvæðingin leiði til þess að það verður óhjákvæmilega
það verði óhjákvæmilega fáræði og þegar við horfum núna líka hitt, sko, þú nefnir varðandi Bandaríkin, ég alveg sammála þessu, þetta hefur verið ítið alltaf, þetta færi allt saman í gegnum þingið og þetta hefur maður varan á gagvart Trump og Musk og öllum öðrum, þess maður þetta á ekki að treysta neinu svona stjórnmálamönnum. En hvaðan komu þessar heimildir, þessar stofnana til þess að verja peninga með þessum hætti? Þetta var líka ólýðræðislegt og það sem ætla að gerast núna er það að kerfið er að verja sig alveg massíft þegar komið allir þessar peninga og öll þessi völd. Og stóra spurningi er þetta þú, betur, hvað er ekki búið að gera sér lungu, það sem hefur verið í umræðinni í sko mörg ár. Það að Pentagon geti ekki gert grein fyrir hvernig þið vörðu 850 milljörðum dollara. Svona koma fréttir og það búið að koma svona fréttir gríðara sóun og ásakanir að vera styðja hín á þessa stjórnmálaflokka og svo gerist aldrei neitt. Nú gerist þó allan eitthvað, þannig að mér finnst þetta mjög spennandi og ég óskaði þetta allsins besta en það veist er þetta ídealeiðin? Nei. Er þetta rétta leiðin? Sennilega. Já, það er eiginlega mjög vel á orðið komist. Ég held að ég sé nákvæmlega sama sinnis með það. Ekki ídealeiðin en þetta er samt skrefi rétta átt út af því að lýðræði er bara orðið líka eitthvað svo skringilegt hugtak og við pælum oft í skáldsögu George Orwell 1984 hvernig fólk getur komist á hana stað þar sem að sko orð eru rauninni bara orðin öfugmæli sjálfkrafa og við hugsum svona þetta er náttúrulega alveg galinn veruleiki og við samt svona leyfum okkur samt að hafa ekki áhyggjur af því að svo gerist en maður sér þetta alveg samt, við kenna að sjálfsögðu þá er þetta náttúrulega minni skala en aftur á móti þá hafa verið svona í umræðum bara ákveðin öfugmæli að til þess að takast á við rasisma þá þurfum við að einbeita sem meira kynþáttum mannréttindalögmenn eru í rauninni að tala gegn mannréttindi í flestum tilfellum þrátt fyrir kallaða mannréttindi tjáningafrelsi er bundið við takmarkanir þeirra sem að segjast elska tjáningafrelsi mest og svona hefur þetta einhvern veginn verið að spírala upp á við og ég einhvern veginn, maður vissi að þetta myndi falla einhvern veginn sko, því að náttúrulega eðli máls samkvæmt þá er þannig kerfi algjörlega ósjálfbær en ég eftir að móti til að sko bleiðuskapur margra sem að hefðu kannski átt að sem að sérstaklega taka að sér völdin sem eru svona á skynsemishyggju vagninum bleiðuskapur bæði sjálfstæðismanna og annara sem að hafa átt að grípa þennan bolta en gerðu það ekki hefur valdið því að fórnarkostnaðurinn er náttúrulega gríðarlegur. Evrópa er að sjá það nú til dæmis að öll útlendingastefnuna þeirra hefur bara í bál og brand og maður veit ekkert hvernig þeir munu koma til með að takast á við þann vanda. AFD er vissulega með mjög sérstakar hugmyndir. Ég hef lesið stefnuskrá þeirra og það er bara, þú veist, svona mjög varhugaverðar hugmyndir mannréttindi og annað. En aftur á móti þar sem að sko við allt of sjaldan spáum í sérstaklega fólki sem er að tala bakslæð og eitthvað þannig er sko af hverju gerðist þetta? Af hverju erum við komin á þann stað að fólk telur fýsilegast að vera að sko kjósa inn flokka sem að eru kannski með varhugaverðar hugmyndir kynþætti og annað og út af því að við erum náttúrulega búin að vera að tala þetta kerfi ég held að það eru svona afurðir, svona kerfi sem hafa valdið því að fólk gefst upp á þessum sjónarmiðum það að það sé einhverjir ákveðnir aðilar í kraft einhverja samtaka sem eiga að fá rosalega mikið pening frá ríkinu en eru samt ekki ríkisrekin eru bara oftast með einhverjum undir formerkjum einhverja aktivista hópa að það sé hið raunverulega lýðræði og eins og segi þetta hefur verið vita lengi en það hefur aftur á móti verið algjör bleiðurskapur þeirra sem að svona eiga standi í lappina gagnvart þessu sem hefur ollið því að við séum komin á annan stað. Sko ég held að ein megin orsökin að það sé það sem að mætti kalla íslensku eins að hann sko reglugerðaríkið eða the administrative state þú nefndi til að sko með jákvæða mismunun að þá
Ég veit ekki alveg hvernig var í síðustu kostingavertíð en þar fyrir þá hefði verið minni annarkvort 8 eða 9 atkvæðagreiðslur í fylkjum jákvæða mismunun og þau tapaði allstaðar nema einu sinni og þau hefði meðal annars tapað í Kaliforníu. Ef við horfum á lögin borgaralega réttindi í Bandaríkjunum frá 64 þá the Civil Rights Act að þá var blátt bann við í jákvæðri mismunun. Það stendur berum orðum og í umræðum frumvarpið var talið fráleitt að það væri hægt að leyfa jákvæða mismunun með þessu frumvarpi. Síðan taka við stofnanir, vinnumálastofnun og annað slíkt í Bandaríkjunum og byrja að þróa þetta smá saman, dómar að gefa smá saman meira og meira eftir. Jákvæð mismunun reyndar ennþá bönnuð í Bandaríkjunum, heldur þetta það sem kallað tölfræðilegt misvægi. Það að segja misvægi sé til vitnis millan ásetning eða mismunun. Ástæðan fyrir ég nefni þetta bara það að þetta bara svona eitt dæmi það hvernig löggjafinn missir líka tökin, kerfi fyrir að sjá sjálf sig. Það sem svo þetta komið í ljós núna í þessu dós hjá þeim félögum til dæmis það að kerfið ekki bara að verja sig eða ekki bara með réttindi, heldur það líka beinlínis að kaupa sér stuðning, það að kaupa sér fjölmiðlamenn, það að kaupa sér NGOs og svo koll á kolli og síðan tekst að mynda þetta ég ætla ekki að segja að takist að mynda en síðan myndast þetta þrúgandi andrúmsloft, þetta fer að vera stemningin, venjulegt fólki hættir eða nennir ekki að standa í vesinni og þú sagðir og mér alltaf svona mikið bjartsýni, þetta var alveg ljóst að þetta myndi falla það endilega ljóst verðan svo þetta kerfi búið að vera í áratugi og kannski sérstaklega slæmt núna menn kannski miðað við 1990 gera sumir og jafnvel fyrr og það ekkert sem segir þetta hefði ekki getað verið 10-20 ári í viðbót og ef þau tekst að verða að þrengja alltaf meira og meira að umræðu, þrengja að rökum að þá þetta þó að fólk viti innra með sér í dag eða hafi skoðanir þá kannski minnka það þegar frá líður og ég held þetta svona sýnir bara fyrst og fremst að við þurfum ríkisstofnanir sem eru einsku kallast accountable, það að segja svari gagnvart almenningi vinni að vilja almennings með þröngt afmarkað umboð og við erum að veita allt og miklum peningum í ríki í dag. Bara að nefna eitt dæmi. New York Times tók saman grein heldur 2017 bara að þú ætlar að vera með eplagarð í Bandaríkjunum, hvað væru mörg lög og reglur sem að geta átt við þig og það var beint 5.700 og óbeint eitthvað rúmlega 12.000. Þetta vita allir að það enginn sem að getur farið eftir þessu reglum eða þekkt allar það reglur sem þýðir þetta líka það að ríki getur náð öllum ef þeir vilja fara eftir öllum. Við erum komið með allt og mikið stórt og allt liggjandi ríkisvald sem þetta að fara að skerða bara frelsi borgarana. Já, það enda mjög auðvelt að svara þeirri spurningu á hverju ég bjartsýnn það einfaldlega út af því að ég held nú að Heiðar Guðjónsson hefur einhvern tíma sagt þetta að það sé blessun hægri manna að vinstri menn fara alltaf á hausinn og það sem að ég held í því tilliti að og ástæðan fyrir því ég líka orðin aðeins hvað ég var að segja gagnrýnni heldur en ég hef kannski verið svona í fyrri tíð að það sem að hægri menn leiður svolítið að gera, ég man nú ekki hver fjallaði þetta en ég var einhver sem að fjallaði það að það sem að í kjölfar hrunsins að þá hafi náttúrulega hægri menn verið litlir í sér
en þeir hafi aftur á móti mótað ákveðið umhverfi þar sem að þeir svona fengu svona tilbaka svolítið valdið yfir fjármálakerfinu þó svo að þeim kannski finnst það að vera ábótavant en að vinstrimönnum hafi verið algjörlega leyft að sjá alla félagslegu þættina og ástæðan fyrir því að ég er bjartsýn út af því að þetta er svo ótrúlega ósjálfbært og það tekur töluvert styttri tíma ef að þú setur óhæft fólk inn í allar stöður varðar félagslegt umhverfi og félagslega þætti að þá líður ekki á löngu áður en að það fer að hafa stórkostleg áhrif á þín lífsgæði og þá er ég ekki að tala um lífsgæði sem bara bundið við fjármagn heldur það bara lífsgæði sem að hafa að gera með allt svona þitt umhverfi, hvort að börnin gangi vel í skóla, hvort að börnin séu örugg í skóla sem við erum að sjá að séu mjög ábótavant báðir þessi þættir og þegar að það gerist að þá fólk fljótt að fara á afturlappunar. Ég held að það sé þegar maður fólk finnur raunverulega ógn gagnvart eigin öryggi, raunverulega ógn gagnvart eigin umhverfi að þá hefur það þau áhrif að fólk rís svolítið á afturlappunar og við erum búin að vera að sjá núna að það er algjörlega óhægt fólk til dæmis í borgarmeirihlutanum sem betur fyrir virðist við ætla að fá betri borgarmeirihluta núna að og eins og segi, þú veist, þetta er svo ósjálfbært, það er ástæðan fyrir því að ég leyfi mér að vera bjartsýn og þú reyndar Dóti, þú sko kendi mér eiginlega að vera bjartsýn ég hugsa að heyra það en ég hef nú alltaf verið bjartsýn í maður en ég held að þú horfir samt sem að fram með einu það það í fyrirtæki og einkarekstri sko, þá stýðum við kerfi taps og gróða og það sé að ef eitthvað gengur illa þá það bara merkjum það að það er að draga fjárminn út úr því eða minnst okkur ekki sýti meira í ríkisrekstri eða í opinberrekstri þá það undantekningarlega þannig að ef eitthvað gengur illa þá það til marks það að það vantar fjármuni í málaflokkin og það það sem við höfum verið að gera undanfarin ár og sýta alltaf meira og meira í málaflokka sem að skila litlu og bera sig ekki Þannig ég held að ef við horfum á bara líka þessa stofnanavæðingu þetta svona svolítið orðið líka hluti af því hvað kröfur fólk gerir og það annað sem að mér mörgu leiti áhugavert það bara út í að það var sagan endurtaki sig ekki þá rímar hún að þannig lok 7. áratugarins að svo fengum við 68 kynslóðinu og fengum hippa og því fylgdi alls konar neysla of skinnalifa, stjörnuspeki og sósíalismi alls konar frá framfæri sem var vinsælt síðan líða ekki nema bara 10-15 ára og þá kemur kynslóðin sem var stundum kallað mý-kynslóðin eða og má allir líka kalla Reagan-kynslóðina og það svona kannski kynslóðin sem ég næ í endan á og það varð alveg merkileg breyting á viðhorfi ungs fólks og svona maður fór að sjá viðhorf sem maður aldrei sé áður í því sem kom í kringu hrunið á Íslandi sem var krúttkynslóðin og ungt fólk var bara miklu vinstirsinnaði verið áður og hafði enga trú á markaðslausnum svo finnst mér núna er maður að sjá ungt fólk að það að koma á svona kvöld sem að hafa verið með podcast og fara að skrifa í blöð og fara að rífa kjaft á samfélagsmiðlum þannig að ég svona vonast til þess að við séum að sjá núna nýja kynslóð að taka við kynnlinum og er mjög ánægð með það. Já, ég er náttúrulega ég er búin að finna fyrir þessu, ég náttúrulega kenni krökkum sem að ég var nú að hugsa það bara daginn, ég er náttúrulega búin að kenna hnefalega núna í 10 ár úlingur sem að byrja hjá okkur, hann að verða 20 í dag, ég vissum ekki alveg hvað mér fannst það en aftur á móti þá hef ég verið að ræða þetta við krakkana sem að einmitt benda á það að þegar að var gagnrýnt til dæmis RÚV sem að í efstaleitinu að þeir séu svo nálagt MH að þegar að það farið að tekið hitastigið á ungu fólki að þá alltaf farið í MH
og þau segja sko að það náttúrulega sé alls ekki þverskurðurinn á ungu fólki, heldur sé ungt fólk að verða miklu hægrisinnaðra, sem að kom náttúrulega í ljós þegar að ungi krakka voru spurðir hvað þeir myndu kjósa næstu kosningum, að það var Miðflokkurinn næststærstur og held ég Sjálfstæðisflokkurinn stærstur. Og að þessi þróun að gerast mjög hratt, en ég held aftur á móti líka að muni koma til með að taka sko ábyrga hægrimenn til þess að grípa þennan bolta, og líka sko að við getum sko staðið í lappirnar gagnvart þessum hlutum. Ég ætla að tala mikið svona menningarbreytingar sem hafa verið að staði í Bretlandi, og ekki bara menningarbreytingar, heldur bara heimar sem hafa gert sig heimkoma og eru ekki aðlagast vel í því samfélagi sem koma til. Og ég hef verið að fjalla það hvernig ætlum við, og ég verið að spyrja sko stjórnmálamenn, og ég fæ ekki svarið við þessi spurningu: hvað erum við að gera sem að Evrópa gerði ekki til þess að taka á móti fólki frá öðrum menningarheimum sem hafa aðrar hugmyndir konur, samkynhneigða og alla þessa hópa sem að sama fólk og þetta og vill eiginlega ekki tala þetta, hefur rosalega áhyggjur af. Og það var rosalega áhyggjur af einhverjum hugmyndum einhverja forstjóra fyrirtækja og hvort að þeir séu að tala á vitlausan máta eða eitthvað þannig. Þetta ekki áhyggjefni, og ég hef verið að reyna að benda þetta að það mun koma til með að taka mjög ábyrga menn til þess að grípa þennan bolta, út af því að eins og með aðra þróun sem við höfum verið að sjá og ræða þá mun þetta óumflýjanlega koma hingað. Og ég alltaf að reyna að segja hvernig og hvað eru við að gera sem Evrópa gerði ekki til þess að takast á við þetta. Ég hef ekki fengið svar við þessu, og það vekur mjög mikið varhug að mínum mati. Það mikið áhyggjefni, og bara ráðamenn hafa algjörlega stungið hausnum í sandinu undanfara ár og verið einhver svona dúkútisma sko. Í mínum huga þetta ósköp einfalt, veist. Ástæðan fyrir því að fólk að flýja hingað og veist, það að við erum með menningu sem gefur fólki kost á að njóta hæfileika sinna og búa í fríði, og það er fordæmt ofbeldi. Við erum með jöfn réttindi, við erum með atvinnufrelsi og við erum með valdhafa sem eiga allan að vera ábyrgir gagnvart þegnum sínum með lýðræði. Og kosnir að þeim náttúrulega. Og kosnir að þeim. Fólki gjarnan að koma frá menningarheimum þar sem þess ekki til að dreifa. Síðan það sem ég til ákveðna, ég veit ekki, sko bara tragedíu eða svo fullkomum misskilning, að það veit að þetta og fólk getur bent á, og það alveg rétt, við höfum ekki alltaf verið svona. Við höfum ekki og það hefur verið þrifist hvers konar misrétti og harðræði í okkur þjóðfélagi í gegnum söguna, og það þarf ekki að fara mjög langt aftur. Og þá segir fólk, já, ég meina, hvað erum við að gagnrýna þessi hinn þjóðfélög? Það bara regin munur á. Það að hinn þjóðfélögin eru mörg hver eða flest eru föst í viðjum og eru algjörlega óumbreytanleg og eru harðstjórnar þjóðfélög og eru drifin áfram að hugmyndafræði sem algjörlega á móti í jöfnum réttindum og ver sig með ofbeldi. Við aftur á móti erum þessa sem við kalla rökhyggju, okkar þjóðfélag, það þrífst á gagnrýni og það þrífst á því að við bætum böl. Það segja, við erum ekki að reyna að leita einhverju útópíu, við erum á Vesturlöndum að þá erum við ekki að reyna að búa til fullkomni samfélag. En verðum við vör við böl, að þá má hver sem benda á það, og kjósendur geta þrýst á stjórnmálamenn og bara við öll að laga bölið. Við erum dýnamískt þjóðfélag sem byggir á réttindum. Nú, það eitthvað nauðsynlegt, svo ég segja að þetta segir hvað menningarleg yfirburðahyggja. Já, nýlenduhyggja. Og ég reyndar á því að þetta sé menningarleg yfirburðahyggja, en þess að ég tel að þessi menning hafi algjörlega yfirburði, en þetta ekki, hvað það, svo það líka kölluð hvít yfirburðahyggja, og þetta það tvímælust ekki, vegna þess að ef við myndum
ef við myndum núna sko vera með 10.000 jarðir sem eru nákvæmlega eins og þessi og mannkynið myndi hefjast hjá þeim öllum, þá ég hef ekki hugmyndum hvort að þessi menning hefði fest rætur fyrst og hjá hvítamanninum eða öðrum kynþáttum í öllum 10.000 eða jafnvel bara þessu eina tilfelli. Menn þess að allar aðrar menningar heimar hafa átt sitt blómaskeið og á sín frjálsindiskeið. Það bara skiptir engu máli. Núna þetta staðan og þetta heimurinn. Og það við sem erum í raun og veru, okkur falin þessi menning til varðveislu og við eigum að passa upp á hana og ekki síst bara til þess að þeir sem að vilja koma hingað og aðlast þessari menningu að þeir eigi eitthvað að fara og ég sjálfur, ég bara mjög hlynntur í fólksflutningum og innflutningi fólks og vil hafa það sem frjálsast. En það verður auðvitað að vera algjört skilyrði að fólk vilji koma hingað til þess að taka þátt í þessari menningu, halda áfram að byggja hana upp, en ekki að vera á mótinni. Ef þú hafnar forsendur þessari menningar, þá getur ekki tekið þátt í henni. Og þess vegna áttu ekki að koma hingað. Nei, ég sammála og sko það sem að mér hefur kannski fundist hvað verst í þessu að við höfum leyft okkur og ég hef stundum hugsað þetta þannig að svona mín kynslóð og kannski kynslóðuna undan hafi hugað að eigin tilvist eins og að heimurinn hafi hafist þegar þau fæddust og að við gerum... Það alla kynslóðu þannig. Já, en það samt, ég vil ekki, ég held að kynslóðin sem að koma til dæmis í kjölfar eftirstríðisárana fengu allavega það í arf að þá vitnesku sem að stríð og hörmungar getur haft. En ég allt fyrir á móti held að sko mín kynslóð og kynslóðin undan hafi kannski haft örlítið minni skilning á þeim undirstöðum sem að fyrir hendi eru. Ég meina ég man nú ekki hver sagði en við erum spegilmynd fortíðar forfeðra okkar. Það að segja að við erum að fá eitthvað í arf. Ég væri allt öðruvísi ef ég hefði fæðist til dæmis á Indlandi. Þá væri ég allt öðruvísi mótaður þrátt fyrir sömu genetísku þrátt fyrir að hafa nákvæmlega sama genamengi. Og ég held að við þurfum einhvern veginn að sko reyna að standa og ég segi það aftur standa í lappirnar gagnvart því að og eins og þú segir við höfum eitthvað til að verja. Og ef við ætlum að verja þetta þá verður það ekki gert undir þeim formerkjum að þeir sem að hafa stærsta gjallarhornið séu þeir sem mest að tala þetta niður og þetta þú veist því ég nefndi nú líka við þig í undirbúningi fyrir hana þátt að mér langar líka að tala svona akademísk fræði að þegar við erum með akademísk fræði sem að byggja á því að tala niður allt sem að við kemur því sem að gerðist áður að vissulega margt hægt að gagnrýna en það aftur á móti ekki hægt að fara rökur í því að hér sé allt miklu verra en annars staðar því að raunveruleikinn sá að það bara alls ekki svo og ég getur svo tekið svo marga vinkla á þessum akademísku fræðum alveg merkilegt núna í kringum 70 og upp úr og þá var mjög mikið sótt í akademísk fræði til þess að sanka að sér vitneskju og nýjum skilningi á tilvistinni en það virðist vera rosalega litlar áhyggjur af því að nú í dag sé miklu minna leita til akademískra stofnana til þess að reyna að bæta kerfið eða tilvistina og svo náttúrulega bara annað að að sem kannski líka hefur með grunnskólan að gera að kennarar og svona einmitt þessi svona hagsmunaaðilar sem við höfum verið að ræða telja það eðlilegt að þeir hafi fullt aðgengi að mínum börnum ef að þeir alltaf til dæmis að kenna syni mínum að hann sé eitraður og vond manneskja og hann þurfi einhvern veginn að vera að passa sig á því að tranna sig ekki nægilega mikið frammi þá segi ég bara nei takk ég vil ekki að þú hafir aðgengi að mínu barni og ég vil að þú bara ég ætla ekki að orða þetta of sterkt en þú færð alls ekki aðgengi að mínu barni og ég ætla að berjast fyrir því að þú hafir ekki aðgengi að öðrum börnum. Já, mér dannu nefnir þetta með að við höfum eitthvað að verja það þetta alveg merkilegt að í nýjum dómi Hvammsárvirkjun skilur þetta rétt að þá hafi Alþingi samþykkt að því virðist algjörlega óafvitandi
að hér mættu ekki vera breytt vatnsflót en þó þrátt fyrir að Herakleitos hafi nú bent á, þú stýr aldrei sömu ána tvisar en sama fólk og stendur vörðum óbreytt vatnsflóta hefur enga áhyggjur af því hvort að við skilum sko tungumál okkar og þjóðmenningu áfram til næstu kynslóða. En ef við horfum á sem nefnum menntamálin að það hefur verið sérstaklega sko í Ameríku eða á samfélagsmiðlum, þetta er ekki þannig í Ameríku en samfélagsmiðlar gefa alltaf mjög brenglaða mynd af svona hugmyndum fólks, það er bara alltaf þeir öfgafylstu sem öskra hæst. En þá er það kenningin það sé sko menningarlegi marxismi og hann gegn sósi allar fræðigreinar. Ég held að þetta sé ekki góð skýring. Þetta er alltaf samspil á milli hugmynda og hagsmuna en ég held að þetta sé heila það sem ég var að nefna í upphafi, það hvernig kerfi verði sjálfsög. Ég held að mikið af þessum sérstaklega fórnarlambafræðum sem ég farið að kenna í háskólanum, að þetta verði til í kringum löggjafir og til þess að verja þær. Þess að við sjáum til mynda þessi fræði, þau voru öll algjörlega óþekkt áður en að stofnanir og dómstólar fóru að túlka borgaralegu réttindalögin eða Civil Rights Act í Bandaríkjunum með þeim hætti. Þannig að þá líka eru þrýstu hóparnir þegar þeir eru konni með svona eitthvað lögumæti Jón Jónsson, prófessor við þennan fræga háskóla, að hann segir að 2 + 2 séu raun og veru 5. Og mikið af þessum fræðum að þetta er fræði sem oft snúast algjörlega sjálfsig og hafa enga tengingu við raunveruleikan og erfitt að sanna eða afsanna og eins og Popper sagt að vegna þess að það er ekki hægt að afsanna þau, þá er þetta ekki vísindi, heldur bara metafísík eða skoðanir og það hefur nýst í því að halda þessum public lies eða þessu rangalminsáliti eða það sem almenningsáliti sem er það þrúandi að fólk er ekki tilbúið að láta vita að það sé ósammála. Sem að síðan aftur leiði til að getur leitt til þessar ofboðslega hröðu breytingar sem við erum að sjá núna. Já, ég man nú ekki hver sagði að maður myndi að segja að lýðræði væri alveg frábært svo lengi sem að fólkinu fyndist það sama á hann. Nei, algjörlega og þetta hefur líka verið sko í sambandi við akademísku fræðin sem ég hef mjög miklar svona áhyggjur af út af því að sko sérþekking er gríðarlega mikilvæg og svona skrifuræði kringum það hefur svona í flestum tilfellum verið jákvætt en aftur á móti sko þetta er að sama og svona ýmsir aðilar, bæði stjórnmálamenn, hagsmunaaðilar hafa fjallað í sambandi við þetta er sko að þegar að traust til þín verður minna að þá er spurningin sjaldnast hvað ég að gera vitlaust heldur okkur eru aðrir svona vitlausir að alltaf þegar að þú ert að reyna að bera eitthvað á borð og fólk hefur ekki tiltrú á eða þú missir tiltrú einfallega út af lélegum, já þú ert að skila þér lélegu verki að þá er það sjálfkrafa orðið eins og þú varst að nefna á en ég fæ ekki nægilega mikið pening eða þá fólkið er svo vitlaust að halda eitthvað annað heldur en ég segi og mér finnst þetta vera eitthvað sem að mér finnst að akademían þurfi rosalega mikið að spyrja sig út en núna að vera rektorskjör bráðum og að og ég reyndar sagt það áður að akademían í Íslandi er að mörguleiti góð með hvað hún er lítil en aftur á móti þá er tiltrú fólks á akademíska stofnanir í Bandaríkjunum náttúrulega er þetta bara orðið svolítið svona eins og svona hjákátlegt þegar að fólk segist vera með einhver prófessoragráðu sérstaklega var það félagsvísindin að þá er ekki spurningi sem er spurð hvað er þá félagsvísindin að gera vitlaust heldur af hverju er fólk svona vitlaust og mér finnst þetta vera stórkostlega einkennileg aðkoma að gagnrýna á sjálfum þér sko. Það er alveg sláandi sko með menntamál en þess að ég held að ef þú spyrir fólk á ríkið stýða menntamál þá fáur sko svona 99,85 ég veit ekki hverju sem 0,5% það er ábúinlega einhverjir sérvitringar sko þeir eru mjög fáir og og ef við horfum á rannsóknir það hver er samfélagslega ávinningur af framlögum til menntamála
og það frægasta ég kannski hagfræðingur var hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum eða Heimsbankanum að ekki Land Pritchett og það kemur í ljós að samfélagsávinningurinn, það að segja ávinningur sko það hvort að ávinningurinn af menntunni og það hvort að einstaklingur sem nýti menntunar sko næði tilbaka sinni fjárfestingu kemur í ljós að það langmest fyrst í skólakerfinu. Langarbairistu fjárfestingarnir í menntun sem að þjóðfélag getur gert að kenna fólki að lesa og reikna og skrifa. Gengur líka svo glimrandi vel. Já, en aftur á móti því ofar sem fer í skólakerfinu að þá verður ávinningurinn minni og enda með því að vera neikvæður sem að þýðir þetta bara það fyrst að fólk getur vel borgað sjálf fyrir sitt háskólanám og ef þú ert ef þú ert að fara í hagnýtt nám þá færið það allt margfalt tilbaka og þetta er ekki neitt á móti háskólanámi. En svo sjáum við á sama tíma og sko grunnskólarnir eru í mólum, það tekst ekki halda upp baka og þá ég verið að lesa þessa nýla umfjöllun Morgunblaðsins fréttaskýringu ofbeldi í Breiðholtsskóla og þetta er alltaf algjörlega nýstandi lestur, lesa hann ángis foreldrana sem að börnin hafa verið hrædd við að fara í skóla í 2-3 ár, hafa verið að biðja flutning úr skólanum að tekið á málum og það er ekkert gert og það er ekki bara þess að vera að ræna börnin sko sálar og öryggi sömulegis foreldrana heldur líka vera að ræna þau að mentast og svo segir einhver aðstoða skólastjóri að heldur þetta ekki varanlegur skaði. Ég held að allar rannsóknir sýna það sko ef að þú missir úr ár sérstaklega á svo viðkvæma stigi þú ert að fara undirbúa þig fyrir annars vegar framhaldsskóla og svo mögulega sko framhaldsnám þetta eru svona þau verstu árin til þess að missa út. Þarna sjáum við í því þar sem að það er óumdeilt held ég að framhaldslega menntamála þau skila mestu. Það er allan lagi, ég ætlum ekki að segja allt en þar eru sko hlutir látnir í viðganga sem ætti ekki látnir viðgangast í einu síðu þjóðfélagi. Síðan sjáum við aftur á móti mastersnámin og framhaldsnámin í hvers konar svona áhugamannafræðum er svona dúleri, allt saman tómstundafræði, mannauðsstjórnun, kynjafræði og hvað þetta heitir allt saman. Það er þetta allt endalausu peningum. Og skilar þetta einhverju? Nei, en út af hverju ekki að gera þetta? Vegna þess að þetta er hluti af þessum hugmyndafræðilega strúktúr og þessum stofnanastrúktúr. Ég vissum að þetta nám nýtist allt til framgöngu í launaflokkum innan BHM og það er sko passað upp á. En börnin, þetta hlýtur að redda, þetta er ekkert varanlegur skaði sko. Hugsaði líka bara að þú þurfir sem skólastjórnandi að koma fram og nota hugtakið varanlegur skaði. Já. Og mér finnst það bara eitt og sér vera bara með algjörum ólíkindum og svo er náttúrulega viðbrögð þeirra sem eiga náttúrulega að bera mest ábyrgð í þessu sem eru innan stjórnsýslunnar að það er bara nákvæmlega eins, bara já, nei, ég held að sé nú ekkert í gangi. Það er faðir hérna að benda á þetta sem hefur tekið rosalega toll bæði á öryggið þessara stelpu sem hann er faðir og annað og þeir sko dirfast að segja að það er örugglega ekkert hana. Þetta er næstu því bara eitt og svo náttúrulega líka það að stjórnmálamennir sko flæmast allir undan því að svara sko, þeir fara undan flæmingi að svara. Ég vil að segja að það er svona það liggur við þó að það sé allan eitt jákvætt við að þó er ekki komast upp með það gefur allan smá fyrirheitum að þau kunna skamma sín sem að hefði ekki búið sér fyrirfram. Nei, kannski, en það er svo sem það var eftir að koma í ljós að mínum mati. Hérna, við ætlum að ljúka þessu á umræðum að þessum stjórnmálin. Sko, ég var búinn að skrifa hérna niður, var ný ríkisstjórn það sem við þurftum, Obba tekur á útlendingamálunum, Jóhann Páll tekur á kyrrstöðunni í orkumálunum. Er þetta ekki bara nákvæmlega það sem við þurftum? Nú er landsfundur Sjálfstæðisflokksins, þeir geta nú eiginlega bara sleppt í að halda hann og slökkt í Valhöll. Er það ekki með hvað komin góð ríkisstjórn? Nei, ég myndi orða þannig að þeir þyrftu að heldur betur að sko hýsi upp þessi brekkurnar og reyma á sig nýja skóm en ekki að skipta á lendingunni í krumafót.
en jú, mér er bara að gefa góð fyrirheit, það margt gott sem að þessi stjórn er að gera og svona hefur lofað, annað auðvitað síðra og þessi stjórn verið sem ýmsum vandræðum og þessi vandræðum málum í kringum flokks fólksins og svo framvegis, en það er þetta alveg frábært að sjá hvernig Jóhann Páll er að taka á orkumálunum og hún Þorbjörg í útlendingamálunum og ég bara óskaði góðs gengis en þess að svona verstu örlög sem ég gæti hugsað mér allan í svona umræðum er að verða einhver Björn Leví sem að sér ekkert nema illa ætlun í þeim sem að þeir styðja ekki. Hann fer ekki í krumapott, hann fer ekki neina skó. Já, nei, ég eins og segja Þetta er bara mjög góða fréttir og bara vona að stjórnin haldi áfram á þessu braut og þá náttúrulega hljóta hægri menn að margir hverjir að endur skoða sína afstöðu og nutta stýrunar á augunum. Ég meina sjálfstæðisflokkurinn verður auðvitað að koma með trúverðugan kost og aftur þetta með hlutakerfinu þess að ég held ég nú sagt það áður þess að maður hafði alltaf á tilfinningunum með ráðherrar sjálfstæðisflokksins að þeir gengu inn í nýtt ráðuneyti að þeir hafi ímyndað sér að þeir veru upplýsingafulltrúar ráðuneytisstjórana eða embættismanna töluðu bara algjörlega máli í staðins að marka einhverja stefnu og núna náttúrulega þessi flokkurinn þess að hún gekk ekki vel í síðustu kosningum en hann var þó ennþá með kringum 20%. Hættan hans þetta svo að bara fara eins og til að mynda danski íhaldsflokkurinn sem að eftir að Slíter þurfti að segja af sér fyrir Tamílamálið hefur bara held ég bara valla farið upp fyrir 10%. Þannig að þó svo að menn séu búin að lækka að það er alltaf lengra í botninu en menn halda ef þeir taka sig ekki saman í allinum. Hver heldur að vera næsti formaður? Ég bara átta mig á því. Nei, ég er spenntur fyrir þeim báðum ég einhvern veginn ég sé ekki fyrir mér að ég horfi ekki að hann hvoran kost sem eitthvað svona að er alveg ómögulegt. Ég held að það geti báðar gert þetta vel Ég tel að báðar mörguliti frambærilegar en ég held einhvern veginn á þessum tímapunkti þá hefur verið að sjá okkar miklu ferskar og svo og snúa meira baki við þessi arfleið sem þessi 7 ára stjórnarseta var með einhverjum sem hefði ekki verið ráðherrastól og en það er núna það er hvað vantlega 2 vikur í landsfund og ég myndi ekki að vilja sjá það báðar spýti í lófana og koma með einhverja pólitík og svona fyrir hvað er standa og hvernig það er ég illa bara nánast gera upp við þennan tíma, þessi 7 ár. Já, ég veist ágætis punktur. Býður þú þig ekki bara fram? Nei, það þarf nú að vera einhver svona fyrsta lagi þarf að vera einhver svona frambærilegri og öðru lagi það sem að ég sé þó við það báða þess að það er það eru náttúrulega tiltölulega ungar, það er ekkert mjög ungar, ekkert eins og Kristrún og ég held að til þess að Áslaugur yngri en Kristrún Já, er hún yngri en þegar Kristrún tók við það? Ég held ekki, ég sá eitthvað umfjöldunum daginn ég er nú ekki vera að spá í aldrei þessara hvenna eða öðru leiti en ég er að segja að ég held að við þurfum líka bara að sjá kynslóðaskipti við sjáum að vísu það þess að eldri þingmenn þeir duttu út á þingi en sjálfstæðisflokkurinn fékk enga nýja þingmenn í staðinn en ég held að og sem er kannski líka hluta því að þrátt fyrir allt að þá er ég bjartsýnn að ég er að vonast til þess að við höfum bara að sjá fleiri nöfn sem kannski ekki þekkt í dag og fara að hasla svo vel. Við sjáum til hvernig það fyrr. Tóti Páls það var svakalega eftirspurn eftir og það var ekki út af því að þú varst ekki búin að koma hingað heldur bara fólk vildi fá að heyra frá þér í einhverjum podcastum við hafa búin að fá allavega búin að tala 3 undanfarna mánuð sem að voru að reka eftir mér að fá þig. Já. Er ég ekki kallað látúnsbarkin út í mjög svo fallega rödd? Ég veit það ekki, ég veit ekki hvort þú sætar sem stelpan á ballinu, þú ert mjög myndaleg stelpa á ballinu, það er allavega eins og segja, en eins og náttúrulega mér varst þessi þáttur líka að vera, mér varst alveg frábært að fá þig og bara þangað til næst, takk aðeinslega fyrir að koma. Takk aðeinslega fyrir mig, það var mjög skemmtilegt. Mjög skemmtilegt.